Já, það var smá breyting á dagskráni hjá okkur þar sem að borgarfulltrúarnir okkar voru komin fyrir í hús. Þannig að ég ætla aðeins að heyri þeim eftir 9 klukkutíma marathon fund í borginni. Verið velkomin, Sanna Magdalena Mörtudóttir og Trausti Breiðfjörð Magnússon. Takk. Heyrðu, þeir eru búin að sitja lengi og funda núna með borginni. Það er verið að fara yfir hvað, er þetta fyrri umræða ársreikning Reykjavíkurborgar? Já, fyrir árið 2022. Já. Þá vorum við að fara bara yfir stöðuna, hvernig árið leit út. Já, einmitt. Og hvað vekur mesta athygli í þessari áskýrslu? Þarna notaðir 2 í rauninni flokka A og flokk B og það er annars vegar hvað tekjur? Sko A-hlutin eins og það er kallað, það er rauninni allt sem er rekið með skattfé borgarinnar. Það er að segja útsvarað okkar fer þangað fasteignaskattar og A-hlutin er þá bara eins og þessi beina þjónustu eins og leikskóli, grunnskólar, allt það sem er svona beint undir Reykjavíkurborg. Svo B-hlutin, þar eru fyrirtæki sem er í meiri hluta eigu borgarinnar eins og félagsbústaðir, Orkuveitan, Sorpan, Strætó, það fellur undir innan B-hluta. Þannig að við erum í rauninni með stöðuna fyrir A-hlutan, stöðuna fyrir B-hlutan og B-hlutin er þá rekin með þjónustu tekjum eins og til dæmis leigutekjum, alls konar svona, með þjónustu tekjum og þannig að það er mismunandi að þú skoðar til dæmis rekstur A-hluta sem er rekin fyrir skattfé að hann var rekin með halla upp á 15,6 milljarða og hallið því rauninni bara mínus. En svo þegar við skoðum þetta saman, erum við einhvern búin að leggja þetta tvennt saman, það er kallað samstæðan í rauninni A og B-hluti og þá er hann jákvæður 6 milljarða. Eða nánar til tekið 5,9 milljarða rúma og þar spilar inn í rauninni sko hvernig eignir félagsbústa eru metnar. Það er ákveð svona mat sem það er kannski tengist það hækkun á fasteignamati. Þannig að þegar við erum að fara yfir rauninni pappírana þá kemur út að staða félagsbústa sem er góð út af í rauninni þessum matsbreytingum fjárfestinga eigna eins og það er kallað. Þannig að það er allt í einu þetta eignasafn sem er 3000 íbúðir þar sem það kemur fram bara virði þeirra eigna sem mjög gott en þetta er ekki eitthvað svona þetta er ekki peningur sem við getum notað til að kaupa fleiri íbúðir. Þetta er ekki handbært fé, það er ekki hægt að innleysa þetta. Þetta væri bara hagnaður ef við myndum selja eigninnar sem við viljum alls ekki gera en við vorum svona benda á að við ættum að nýta rauninni þessa stöðu sem að styrkir eiginfjárstöðu félagsins. Við ættum að nýta hana til að standa undir uppbyggingu fleiri íbúða þar sem að biðlistin er langur í félagsbústöðum. Hafið þið, nú man ég, þegar þú kemur fyrst inn í borgarstjórn að þá ertu að tala byggingafélag, þú vilt að vera stofna byggingafélag. Borgin stofni sitt eigi byggingafélag og byggi sjálft. Hefurðu haldið því á lofti? Já. Ennþá? Já. Við fengum mjög skrítin viðbrögð og þar sem við höfum talað að þetta fjalla bygginguna frá upphafi til enda að það er borgarstjóri brugðist við og bara vil ég ekki bara bátafélag líka og ég skil ekki alveg hvað samhengi hann er að leggja þetta fram að borgin þurfa að stofna bátafélag til að sinna þessu þannig að þetta hefur verið svona afvegalegt út í eitthvað mjög skrítin. Hefur verið afvegalegt. Skrítin skurð. Já. En hvað svona út frá þessari ársskýrslu, hvernig horfið þið á þessa útkomu? Hún er náttúrulega ekki góð. Við erum náttúrulega í stóru mínus og við vorum líka að draga þetta aldrei fram það er ekki nóg að skoða bara stöðuna 2022. Við þurfum líka að skoða þætti sem átt sér stað á undan sem hafi rauninni síðan haft áhrif inn í næsta rekstrar ári eins og það er kallað og eins og í kjölfar COVID að þá ákvað borgin að lækka skatta á atvinnuhúsnæði, sem sagt fasteignaskattana og þetta tók gildi árið 2021 og við sjáum að bara áhrif þess að lækka þessa skatta, svona flatta atvinnuhúsnæði þetta kostaði borgina 450 milljónir árið 2021. Er búið að hækka það aftur? Nei. Þetta er rauninni var sett fram þannig að það ætti að flýta þessari skattalækkun sem hefði verið boðið á meirihlutanum. Hún bara tók fyrir gildi en áætlað var. Og það er náttúrulega ekki að fara bara í svona flata skattalækkun. Okkur finnst stæðilega að skoða svona stærð
og veltu fyrirtækjana og hafa eitthvað svona þrepaskipt, en þetta býr náttúrulega til eitthvað gat og svo skoðum við árið 2022 að þá sjáum við afleiðingar, að við sjáum til dæmis að það er verið að hækka gjaldskrár í upphafi árs sem er venjan, en svo aftur í september árið 2022 og þannig að komin hærri þjónustutekjur en var gert ráð fyrir, þannig að borgin er svona seilast í brún í vasa almenning sem við sjáum að sé náttúrulega meðal annars bein afleiðing út af þessu sem gerist með lækkun fasteignaskatta og þetta er svona kynnt sem sko leiðrétting vegna þess að mitt efnahagsástandi í samfélaginu var bara ekki gott, en við erum svona dálítið að benda á bara allt sem að átti stað á undan, það hefur líka áhrif. Þannig að við erum í rauninni að sjá að þarna hefur verið í rauninni lækkaði skattar á fyrirtæki í COVID-inu sem að síðan almenningur er látin greiða fyrir með gjaldskrárhækkunum. Nú er minnihlutin eða sjálfstæðismenn í minnihluta, þeir eru mikið að ýta á meirhlutana, er bara þrýsta og það er ekki að fara að reka fólk, það er ekki að fara að segja upp starfsfólki og það er alltaf litið sem svo og það sé eini valkosturinn að kemur náttúrulega ekki til greina að hækka þessa fyrirtækjaskatt aftur, það er betra að fara í það að segja upp starfsfólki á gólfinu. Þannig að þetta snýst svolítið líka það hvaða áttir er verið að líta til. Þau segja alltaf að þau séu að velta af öllum steinum, en það er greinilega ekki verið að velta af öllum steinum. Við sjáum að það er engin vilji til þess að hækka þessa fyrirtækjaskatt aftur og það er engin frekar að leggja niður svona frekar að leggja niður stofnanir eins og Borgarskjalasafnið eða algjörlega eða skera niður á leikskólum eða þessa bara eins og við sem átt að loka og allt þetta úlingasmiðurnar. Rétt að taka fram, það talaði að rekstur úlingasmiði kosti 63 milljónir á einu ári, þannig að þetta er nú ekki há upphæð með allt verki sem þau eru að gera og þetta er náttúrulega bara til framtíðar ef við erum ekki að fjárfesta, þetta er náttúrulega bara miklu dýrara fyrir okkur. Hvað myndi sósíalistar leggja til eða hvað hefði þið lagt til að vera gert til tekjuöflunar? Við erum náttúrulega að tala sko útsvarið og það er stærsti tekjupóstur borgarinnar og við sjáum fyrir árið 2022 þá var rúmlega 60% tekjum frá útsvari og það leggst á launatekjur og öryrkjar greiða útsvar og þeir sem eru að lága upp að fjárhagsaðstoðar greiða útsvar en fjármagnseigendur sem fá tekjur sinna fjármagni greiða ekki. Þannig við erum að leggja áherslu á það þarf að leggja þrýsting á ríki að þessu verði breytt af því þetta er náttúrulega bara algjört óréttlæti að þetta sé svona og erum að benda á að sama tíma á meirihlutin er að þrýsta á að ríkið greiði borginni vegna málaflokka sem hafa ekki verið fjármagnaðir eins og málaflokk fallara að þá eigum við auðvitað að senda þau skilaboð líka okkur finnst bara ótækt að ríkt fólk sé ekki að greiða útsvar þannig við heldum því áfram Veitni eins og við komum inn á með aðstöðugjöldin að setja þau aftur á þau voru lögu niður 1993 og þau mættu vera þrepaskipt þannig að minni fyrirtækin borgi þá minna en þau stærri það er alveg hægt af þessi gjöld þrepaskipt eins og launatekjur Hvernig, er eitthvað hlustað á þessi rök sósíalista? Nei, sko, við komum með tillögu í haust það að borgin myndi skora á ríkið að setja útsvar á fjármagnstekjur og það var ekki vilji til þess. Það var talið að það væri bara ekki hægt að gera það, þannig að það er ekki vilji eins og staðinu núna. Nei, einmitt. En hvernig, ef það þarf að hagræða í rekstrinum og þið myndur náttúrulega, sem sósíalistar vilja auka þessa pósta, þessa tekjuliði, það er hægt að gera það með ýmsum hætti og sérstaklega með náttúrulega kannski eðlilegri skattheimtu, svo segið. Er einhvern veginn hægt að forgangsraða í niðurskurði á einhvern nátt? Að það þarf að skera niður? Sko maður velti fyrir sér hvað til dæmis kostnaður við allar útvistanir eru. Það er alltaf að tala að sé ódýrara að útvista heldur en að hafa starfsfólk innanhús en maður velti fyrir sér hver allur kostnaðurinn er við það að hafa eftirlit með þessum einkaaðilum sem eiga að vera sinna þjónustuna. Það þarf væntanlega að fylgjast með þessi staði við allar samninga og svo er maður heyrt það ef það er ekki staði við samninga og þarf að fara að endurskoða þá og með tilheyrandi lögfræðikostnaði og hálauna fólki þar sem fer yfir. Maður spáir í því hvort að það sé virkilega hagkvæmara heldur en það að hafa fólk innanhús þannig að það er eitthvað sem myndi vilja skoða Einmitt
Já, hvernig, ég líka svona velta fyrir mér sko, já, þegar á að fara að hagræða að því mann hefur fundist borgin einhvern veginn byrja rosalega vill sem enda. Lítur ekki inn á við til dæmis. Nei, einmitt. Eins og með launakostnað borga fulltrúa líka. Við erum oft bent á það að bara það að frista launakostnaði myndi spara borginu 29 milljónir króna og það telur allt. Og hvað þá myndi fara að lækka launin, þá myndi talan var ennþá herri. Þannig að það ef við ætlum að byrja, þá best að við byrjum á okkur sjálfum áður en við förum að segja við fólk á gólfinu að því miður við erum bara að taka erfiðar ákvarðanir og þið missið störfin, þannig að við séum að fórna einhverju. En ekki líka, ég meina það ætti með réttu að vera rosalega uppbygging í Reykjavík og mikið, borgin ætti að vera að byggja einhvern helling sem hún kannski ekki gera eins og hún segist oft vera að gera eða ætla að fara að gera. Það fylgir því náttúrulega rosa innviða uppbygging og fjárútlát líka þannig að sem að síðan ættu að koma tilbaka tekjurnar af útsvarinu sem því fylgir að fleiri íbúar og allt þetta, ég meina alltaf aukast íbúafjöldin hérna á Íslandi mjög hratt núna. Við vorum 139.610 við árslok í Reykjavík árið 2022 og við sjáum líka bara sala byggingaréttar. Það fyrir þess að hækkandi. Þetta eru vel yfir 4 milljarðar sem við vorum að fá fyrir að reyna að selja bara réttin til þess að byggja á lóðum. Lóðir, einmitt. Þannig að þú veist, við erum líka kannski það ekki kannski verið að horfa á, ég meina, einhvern veginn verið að horfa á svona langtíma hvernig umræðan það til dæmis eins og á þessum fundi? Þú veist, verið að horfa á þetta með svona langtímaglerugum? Sko, meiri hluti borgarstjórnar segist verið að gera það, hann sé með plan og þetta sé þetta græna plan sem sé í rauninni uppbygging út úr heimsfaraldri og það sé svona efnahagslega og félagslega sjálfbært í rauninni, en á sama tíma vorum við að benda á einmitt sko í umræðu dag bara að borgin ekki að fylgja stefnu, hún með húsnæðisstefnu upp á að við að rétta á öruggu húsnæðin og sama tíma eru vel yfir 800 skilin eftir á biðlista. Við erum með matastefnu sem segir að matur eigi að vera framleiddur í næru umhverfið þeirra sem að borðan, en á sama tíma verið að leggja til hagræðingar aðgerðir að það er að útvista mat. Við erum alls konar svona eitthvað að þú veist, að það að tryggja stöðu þeirra, en það verið að skerða í rauninni fjármagn í tækjapotti til kaupa á áhöldum í leik- og grunnskólum. Þannig að þú veist, það verið að einhvern veginn meiri hlutin dregur upp það mynda hann sem langtíma planum hvernig hann ætla að vaksa út úr vandanum og enginn verið skilin eftir, en á sama tíma erum við að benda á bara byttu, það húsnæðis, það manneskjana án heimilis, það þið ekki að fylgja allum sem stefnum sem þið hafið sett sem við erum að vera að fylgja bara núna í dag. Þannig að vera að setja áætlanir en það ekki verið að standa við það, þetta er svolítið sko glansmyndin, það lítið á baku hana, maður upplifir þetta svolítið þannig. Einmitt. Já. Hvernig var stemningin á fundinum? Var mikill hasar? Sko, umræðum ársreikning gekk hraðar fyrir sig en ég bjóst við. Það voru oddvitar sem voru að tala í dag og við vorum með hámarksræðutíma upp á 30 mínútur. Og þú fórst í pontu? Já, og talaði bara í svona 21 mínúti og svo einhvern veginn hugsaði bara vábyttir var að fara að vera búin, bara slá eitthvað með og vera búin örgulega svo snemma, en svo tók við umræðum ljóslegaran, Skerjafjörðin, uppbyggingu þar, þannig að við svona sáum fram að frekar langan fund og stemmingin var erfiðir eftir sem að leiða fundin. Já, einmitt. Ég kannski aðeins líka kom inn á myglumálin, af því það hefur nú sett strik í reikningin hjá borginni, kostnaður við myglumálin, þið hafi nú haft skoðanir og því líka, ekki? Já, þetta er einmitt gott dæmi það hvað gerist þegar maður að fylgja þessari nýfrálshyggju hugmyndafræðum að skera niður þegar að reksturinn í halla, eins og var gert eftir hrun, þá tótti það vera hagræðing að spara í viðhaldi og skólabyggingum. Það væri miklu ódýrara, en svo setjum við núna uppi með afleiðingarnar sem eru miklu dýrari, meðal annars vegna þess að það er dýrara að gera við, það er mikla heilsufarsþjónusta sem fylgir því og svo er núna verið að skuttla nemendum með rútubifreiðum milli skóla, þannig að myndast gríðarlegur kostnaður. Já, mikill kostnaður einmitt. Já, þetta er svona sama á þeirra bara einmitt, ef að fólk veikist eða dýrara. Já, og þess vegna er mjög sérstakt að heyra
heyra hægrið tala að besta lausnin sé að skera niður í grunnþjónustu og jafnvel að svo kallar félagshyggju-flokkar sé að taka undir það þegar að það í rauninni miklu dýrara að skera niður til lengri tíma litið eins og við sjáum í þessu dæmi með mikluna. Þannig að þetta ekki góð hagstjórn heldur. Nei, einmitt. Og hvað finnst líka bara niðurstaða ársreiknings draga svo skýrt fram hvað það kostar mikið í rauninni að vanrækja, hvort sem það bara stofnanir eða skyldur að við sjáum til dæmis vorum að draga fram að útlæga kostnaður vegna sérstaks húsnæðisstuðnings til þeirra sem að greiða bara allt og hátt leiguverð var 1,4 milljarðir. Þannig að sama tíma við þurfum að styðja leigjendur að þá erum við væntanlega að styðja við leigjendur að því við höfum ekki byggt upp félagslega húsnæði sem þau geta búið í sem leiðir til þess að greiða óskileigu. Og það var kannski verið að styðja við sko bara leigusala líka. Algjörlega, til þess að hækka leigu. Já, til þess að hækka leigu. Þannig að borgin náttúrulega kannski svolítið seg í því líka. Og gæti borgin sett á leiguþak bara sjálf? Hún gæti gert það hjá félagsbústöðum en hún getur ekki gert það varðandi bara almennar íbúðir í borginni. Nei, hún getur ekki sett að því nú hefur maður heyrt svona í sumum borgum erlendis að þá sé svona þá sé, hafi verið sett leiguverð og hitt og þetta. Það kannski svona meira einhvers konar öðruvísi stjórnsýsla kannski á landsvísu. Já, sem staðar eru heimildir þá í landslögum og sveitarfélögum sem heimild það eru ekki þessar heimildir hér í dag. Það mjög nauðsynlegt að þeim verið komið á svo að sveitarfélög geti gripið til þessara heimilda en það ekki hægt þessar staðinni núna. En það var verið að fjallum líka byggðina í Skerjafirðinum eða ekki núna á þessum fundi og kosið eitthvað hana eða ekki? Reyna uppbyggingu á svæðinu og við hefum alltaf sagt að bara ef það á að fara að byggja þarna þá er mikilvægt að húsnæðispólitík Reykjavíkurborgar ráði ekki fyrr af því við sjáum að það skilar sér ekki í góðri niðurstöðu fyrir þau sem eru þörf fyrir húsnæði. Það er hluti sem mun fara í uppbyggingu íbúða við verkalýðshreyfingarnar sem er bara frábært og það er bara mjög mikilvægt að það komist af en við myndum vilja meira bara væri byggt þannig á þessu svæði ef það var að fara í það en það voru miklar umræður svona rekstrarhæfni flugvallarins og þetta myndi þrengja á honum þannig að það eru svona skiptaskoðanir á þessu. Já, það verður forvitnilegt að vita hversu hröð þessi uppbygging verður líka og ekki þarf ekki að endur hanna í rauninni allt út frá flugvallinum, lækka byggingar og annað. Jú, það er einhver endurskoðun í gangi að náttúrulega koma skýrsla varðandi öll þessi mál með flugvöllin og það er mikið athugasemdum og það þarf mjög mikið að taka tillit til þess alls. Já. Heyrðu, ljósleiðarinn, hann kom líka til umræðu segiru í lokin á fundinu. Já, það var og það var áfram þrasaðum hvort það væri verið að einkavæða eða ekki. Já, það er rosalega mikið verið að afvega umræðan og láta hana snúast það hvort þetta kallist einkavæðinga ekki. Það er nú svo sem ekki aðalatrið en aðalatrið það að íbúar almenningur að missa stóran hlut í ljósleiðarinn sem er grunninnviður og meirihlutin samþykkti það að 33% af félagin einkavæddur, seldur, hvað sem maður kallar það og þannig að á þessum fákeppnismarkaði sem að hann þá er þetta stefnan. Við lögðum frá breytingatillögum að borgin myndi óska þess að Alþingi myndi sækja undan þá frá EES-tilskipunum sem kveða að fjarskipta innviðir verða að vera á markaðnum. Það var ekki samþykkt og sömuleiðis ekki til að frá okkur og Vinstri Grænum sem við lögðum saman að Orkuveita myndi leggja fé inn í reksturinn, það var heldur ekki samþykkt. Það var heldur ekki samþykkt. Nei, sjálfstæðismenn komið til að selja allt heila klappið, það var heldur ekki samþykkt. Og þá fór allt í kaldakól, það var Dagur var reiður út í sjálfstæðismenn fyrir að hafa gengið að bakorða svona þegar þeir lofuðu vist fyrir kosningar, þeir myndi ekki vilja selja ljósleiðarann. Og Dagur verður reiður og samt hann að selja ljósleiðarann. Já, einmitt. Þetta er alveg ótrúlegt. Og hann sagði að eina leiðin til þess að koma í veg fyrir að frekari hlutur seldur væri að halda sjálfstæðisflokkunum frá völdum. En svo eru þau sjálfa að selja hlut. Ég meina þetta er náttúrulega bara við bentum á það það er náttúrulega þeir sem eru að þessu og svo spurði ég Dag hvort að það kæmi síðan til greina ef þessum meirihluta að selja meir og hann hélt nú ekki, hann sagði að það kæmi ekki til greina síðan meir en
ég get ekki séð hvernig það sé eitthvað sem að koma í veg fyrir það að koma aftur sem aðstörfi verið mér núna, að vera erfið rekstur í ljósleiðaranum og eina leiðin þá verður væntanlega að selja ennþá meira. Hvað ætla meirihlutinn þá að gera? Ég sé ekki hvernig það myndast einhver önnur afstaða þá heldur en núna. Það eru nákvæmlega sömu rök sem hægt að færa þá fyrir að selja eins og að gera núna. Maður ekki alveg að kaupa þetta. Nei, þetta er mjög undarlegt. Herðu, þakka ykkur kærlega fyrir innsýnin í þennan langa maraþonfund og gangi ykkur vel í borginni. Takk fyrir. Og við höldum áfram með okkar dagskrá hér við Rauðaborðið. Takk. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Þú getur átt samstöðina ásamt öðrum félögum í Alþýðufélaginu. Þú getur gengið í Alþýðufélagið á samstöðin.is. Þar er hnappur sem segir skráning.